Kæru vinir, verið velkomin á flokksársfund. Hér gefst okkur tækifæri til að ræða stöðuna, stilla saman strengi, fara yfir skipulagsreglurnar, ræða stjórnmálin í víðu samhengi og álykta. Við komum síðast saman skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Niðurstaða kosningana var Sjálfstæðisflokknum mjög hagfelld. Á landsvísu fengum við 40% atkvæða, sem rúmum 4% meira en í sveitarstjórnarkosningunum þar á undan. Við erum stærsti flokkurinn í öllum stærri sveitarstjórnum landsins að Reykjavík undanskilinni, en þar erum við næststærst. Án þess að nokkuð sé hallað verður að segja það hér að úrslitin í Vestmannaeyjum voru sérstaklega ánægjuleg og þeir mega hafa það eftir mér. Þeir voru kannski einna best í Vesturbyggð, þar sem enginn lagði í að bjóða sig fram gegn Sjálfstæðisflokknum. Það má kalla það 100% árangur. Góðir félagar, það er margt sem að leggst með okkur þessar mundir. Helstu efnahagsvísar segja okkur að staðan sé góð, en við vitum á sama tíma að það eru blikur á lofti. Kjarasamningar sem samþykktir voru snemma á þessu ári eru sögulegir og það er von mín og það er von okkar allra að sú saga verði ekki endaslepp. Að við tökum höndum saman að verja stöðugleikann sem færir okkur tryggan efnahagsbata, það er sameiginlegt verkefni okkar allra. Ég hef sagt þetta áður, en mér finnst eins og að þetta sé vísa sem þurfi að kveða aftur og aftur. Það tekur oft langan tíma að ná árangri, stuttan tíma að tapa honum aftur. Í sameiginlegri skýrslu launaþróun og efnahagsástand allra aðila vinnumarkaðarins sem kom út í aðdraganda kjarasamninga síðastliðið haust, þar segir: sameiginleg markmið aðila vinnumarkaðarins hljóta að vera bætt lífskjör sem hvíli á efnahagslegum stöðugleika, samkeppnishæfu atvinnulífi og fullri atvinnu. Ég spyr, eiga þessi sjónarmið ekki við í dag með sama hætti og þau áttu við þá, fyrir réttu ári? Auðvitað er það svo. Við búum nú við einstakan efnahagslegan stöðugleika. Við finnum hvernig kjörin batna og krafturinn í atvinnulífinu leysist úr læðingi með stöðugleikanum og örygginu sem á honum fylgir. Hvernig efnahagsástandið skila sér í betra atvinnuástandi, betra ástandi en við höfum haft síðan fyrir hrun. Atvinnuleysi hefur ekki verið minna á Íslandi síðan 2008 og langtíma atvinnulausir hafa ekki verið færri en síðan árið 2009. Þetta er ánægjuleg þróun. Þetta er eitthvað sem við hljótum öll að hafa stefnt að. Og við vitum að þetta kom ekki að sjálfu sér. Það hafa margir fært miklar fórnir og við vitum líka að ef ekki verður hlúð á þessari stöðu, þá getur hún horfið eins og dögg fyrir sólu. Góðir fundarmenn, nú stendur yfir verkfall lækna. Staða kjaraviðræðna við þá veldur okkur öllum áhyggjum. Í gær las ég frétt þar sem birtist viðtal við lækni sem er í sérfræðinámi í Bandaríkjunum. Hann sagði að hann væri innra með sér tilbúinn að koma heim, en fyrst vildi hann fá vissu fyrir því að botninum væri náð. Að botninum væri náð. Í þessum orðum birtist okkur efi, viss vantrú á að hjólin fari nú raunverulega að snúast okkur í hag. Og ég verð að segja, ég finn að allmargir hugsa með þessum sama hætti. Spyrja sig, hvað er framundan? En kæru félagar, við höfum nú þegar fengið viðspyrnuna.
Framhaldið undir okkur sjálfum komið. Árið 2014 markar veruleg þáttaskil í efnahagslegu tilliti. Þetta fyrsta hallalausa árið síðan fyrir hrun. Skuldasöfnun ríkisins hefur verið stöðvuð. Þetta árið sem að skattalækkanir hófust. Árið þar sem að aðgerðum vegna skuldavandans var hrundið í framkvæmd. Verðbólga, hún hefur ekki verið jafn lág samfleytt í heilan áratug. Þetta árið sem að kaupmáttur jókst 4%. Það meira en við sjáum nokkuð staðar annar staðar í nágrannaríkjunum. Og það sem meira þetta árið þar sem að landsframleiðslan fer í fyrsta skipti fram úr því sem hún var fyrir hrun. Þess vegna segjum við þennan lækni og alla aðra sem að efast. Þennan lækni vil ég mjög gjarna fá heim. Við höfum ekki einungis spyrnt okkur frá botninum, við erum komin upp úr öldudalkreppunnar. Og það eru horfur á góðum hagvexti á næstu árum. Héðan í frá sækjum við þessna fram á sterkum grunni. Sóknin hafin. Ágætu fundarmenn, það mikið rætt heilbrigðismálin þessa dagana. En því miður ekki allt satt sem að sagt í þeirri umræðu. Það til dæmis alrangt að í tíð þessarar ríkisstjórnar hafi framlög til heilbrigðismála verið skorin niður. Það alrangt. Þetta heyrist enga síður iðulega í umræðunni. Á næsta ári verða framlög til Landspítalans háskólasjúkrahúss 6 milljörðum hærri en árið sem við tókum við. 6 milljörðum hærri á föstu verðlagi. Það heitir ekki að skera niður, það heitir að bæta í. Við höfum bæði bætt í grunnreksturinn og til tækjakaupa. 6 milljarðar á þessum skamma tíma sem að við höfum verið við völd. Já, á þessu ári voru fjárveitingar til Landspítalans sérstaklega auknar til að taka á rekstrarvanda. Við sópuðum líka út af borðinu, uppsöfnuðum halla fyrri ára. 3/4 þess halla voru afgreiddir í lokafjárlögum. Og við settum milljarð í tækjakaup til þess að styrkja starfsemina. Þessi viðbótarhækkun heldur sér að sjálfsögðu og gott betur í fjárlögum fyrir næsta ár. Þannig að við höfum beinlínis forgangsraðað í þágu þessara mála og við munum halda því áfram. Og við skulum líka átta okkur á því. Það nauðsynlegt að halda því til haga í umræðinni. Að þrátt fyrir allt sem sagt heilbrigðiskerfið á Íslandi með því besta sem gerist í heiminum. Þetta má lesa í fjölmörgum skýrslum, til dæmis í samanburðarskýrslu OECD frá síðasta ári. Það ekki þar með sagt að við getum ekki gert betur. Við beinlínis ætlum okkur að gera betur og sækja fram. Það til dæmis öllum ljóst hvað húsnæði Landspítalans varðar að það að mörgu leyti úrelt og svarar ekki kröfum nútímans. Það ekki miðað við þarfir nútíma sjúkrahúsþjónustu og húsnæðiskosturinn beinlínis stendur í vegi fyrir ákveðinni hagræðingu sem þarf að ná fram í rekstrinum og bættri þjónustu. Það af þeirri ástæðu sem við vinnum nú í ríkisstjórninni að áætlun uppbyggingu og fjármögnun sem rúmast innan ramma ríkisfjármála áætlunar til næstu ára. Og hvað á ég við með þessu? Já, ég á við það í fyrsta lagi, við hyggjumst ekki slá lán fyrir allri uppbyggingunni og hugsa sem svo, já þetta reddast. Í öðru lagi, ríkið verður að vera leiðandi og bera ábyrgð á þessari uppbyggingu, verður að bera megin ábyrgð á þeirri fjárfestingu sem framundan og þörf á. Og í þriðja lagi, við getum
og við eigum að hefja þessa uppbyggingu á kjörtímabilinu. Án þess að stefna markmiði hallalaus fjárlög í uppnám. Til þess þarf enga nýja vinstri skatta, engar töfralausnir, hjálauðir eða hundakúnstir. Það þarf einfaldlega áræði, framtíðarsýn og ábyrgð. Þannig leysum við þetta mál eins og öll önnur sem við erum að vinna að. Og góðir fundamenn, aðilar vinnumarkaðarins hafa látið stór orð falla þátt ríkisstjórnarinnar á vinnumarkaði síðasta árið. Ég heyri því oft fleygt að ríkið hafi hækkað laun langt umfram samninga á almennum vinnumarkaði. Með því hafi sáttin verið rofin. En hvað segja tölurnar? Á síðastliðnu ári, frá áramótum, þar að segja á síðastliðnu 12 mánuðum, hefur launavísitala Hagstofunnar hækkað 6,2%. Launavísitalan undanfarið ár hefur hækkað 6,2%. Á árinu 2014 hefur raunhækkun daglauna hjá ríkinu verið 5,3%. Ef maður skoðar tölurnar af hlutlægni og sanngirni, skoða það sem við höfum raunverulega verið að gera og hvað að gerast annars staðar á vinnumarkaðnum, að þá liggur í augum uppi að sú staðhæfing að ríkið hafi rofið sátt á vinnumarkaði með launahækkunum umfram almenna markaðinn, hún er röng og hún stenst enga skoðun. Í kjaramálum er engin stétt eyland. Engin stétt getur farið fram á launahækkanir sem eru langt umfram og langt fyrir ofan aðrar og krafist þess að kjörin séu leiðrétt eða bætt langt umfram það sem aðrir geta látið sig dreyma Slík framganga er ávísun á keðjuverkun launahækkana og verðbólgu sem við vitum að étur upp kjarabætur á örskotsstundu. Við þurfum ekki að líta langt aftur í tímann til að finna samning á vinnumarkaði þar sem blekið var varla þornað þegar forsendur voru brostnar. Og við hljótum að ætla okkur að læra af þeim mistökum og líta til þess árangur sem við höfum náð og einsetja okkur að gera betur. Höfum jafnframt hugfast hve miklu önnur nálgun og ábyrgari hefur skilað okkur, þó ekki væri nema bara síðastliðið ár. Það er ekki nema ár síðan að verðbólguvæntingar fyrir árið 2014 voru langt umfram það sem við sjáum í tölunum sem nú blasa við okkur. Enginn var að gera ráð fyrir kaupmáttaraukningu af þeirri stærðargráðu sem að núna er að mælast. Og þetta gerðist ekki að sjálfu sér. Þetta er ávöxtur aðgerða ábyrgra aðila. Aðilar vinnumarkaðarins eiga mikið hróskilið fyrir þá nálgun sem beitt var við gerð kjarasamninga á síðastliðnu vetri. Og við studdum við þá samninga og árangurinn er að skila sér. Og menn ættu í umræðunni frekar að slá sér á brjóst og hrósa sér af þeim árangri sem að náðst hefur í stað þess að bölsótast út í allt og alla. Þetta er meiri árangur heldur en launþegar eru að uppskera í öllum löndum í kringum okkur. Kæru vinir, mér eru þessi mál mjög hugleikin. Hvernig við ætlum okkur að fara inn í framtíðina, ekki síst vegna þess að það er stutt síðan að við gengum í gegnum meiri háttar áföll. Ég vil segja mestu áföll minnar kynslóðar. Mestu áföll minnar kynslóðar. Það sem ég vil berjast fyrir og hrinda í framkvæmd með ykkur og öllum landsmönnum þarf að bera þess merki að við höfum lært af því sem að hér gerðist. Og við ætlum að taka með okkur inn í framtíðina það sem best hefur reynst, en skilja við okkur það sem ekki hefur hjálpað. Þannig vinnum við best í þágu landsmanna og kynslóðana sem á eftir koma. Þess vegna erum við núna með skýra stefnu. Við leggjum áherslu á hallalaus fjárlög.
Það er mikilvægt. Við leggjum áherslu á nýjar fjármálareglur í frumvarpi til laga um opinber fjármál. Það er sömuleiðis mikilvægt. Þéttara samráð við sveitarfélögin. Það skiptir máli. Við leggjum áherslu á stöðugleika fyrir grunnatvinnuvegina. Þeir voru í uppnámi allt síðasta kjörtímabil. Eitt af fyrsta sem við settum inn í stjórnarsáttmálann var að segja þessu verður að linna. Það verður að fá meiri ró fyrir grunnatvinnuvegina. Við leggjum áherslu á það. Við viljum betra bankakerfi, auknar fjárfestingar. Það skiptir máli til þess að auka landsframleiðsluna og leggja traustan grunn að bættum lífskjörum. Við erum að setja stóraukna fjármuni í rannsóknir og þróun. Það horfir til framtíðar. Leggjum áherslu á meiri verðmætasköpun, úrbætur í húsnæðismálum og sanngjarnara skattkerfi. Þetta er allt til að byggja styrkan grundvöll fyrir efnahagslífið, fyrir okkur öll til framtíðar. Markmiðið er að safna getu til að treysta innviðina, gera betur í samgöngumálum, menntamálum, heilbrigðismálum, málefnum öryrkja, aldraðra og öðrum sameiginlegum verkefnum. Það gerist ekki á einni nóttu, það gerist með því að vinna samkvæmt skýrri stefnu dag eftir dag, ár eftir ár og þá munum við sækja fram og bæta okkur á öllum þessum sviðum. Kæru félagar, þegar ég horfi á þann mikla árangur sem við höfum sameiginlega náð á skömmum tíma og ekki síður þær góðu horfur sem við okkur blasa, verð ég að viðurkenna að ég verð gáttaður. Ég verð gáttaður á því þegar leiðtogar launþegahreyfingarinnar og forystumenn ýmissa stéttarfélaga halda því fram að áherslur okkar og aðgerðir séu aðför að launafólki. Ýmislegt sem sagt er reyndar hrakið jafnóðum. Fyrir nokkru heyrði ég því fleygt að misskipting í þjóðfélaginu væri að vaxa svo mjög að við það yrði ekki búið. Nokkrir dagar liðu, út kom skýrsla sem sýndi að jöfnuður er hvergi meiri í öllum heiminum en á Íslandi. Orðin farin út í veður og vind. Það er í mínum huga, það er komið meira en nóg af því að tala sér til stjórnmálaflokkana líkt og þeir séu fyrir sjálfa sig. Og hinir einu sönnu talsmenn launþeganna í landinu séu stéttarfélögin. Auðvitað gegna stéttarfélögin gríðarlega mikilvægu hlutverki og við viljum starfa með þeim þar sem það á við til að finna betri lausnir en þau geta ekki komið í staðinn fyrir stjórnmálaflokkana. Taka aldrei okkar stöðu. Höfum ávallt hugfast. Sjálfstæðisflokkurinn, langfjölmennasta stjórnmálaafl landsins, er borin upp á fólki sem lifir og starfar á öllum sviðum þjóðfélagsins og er af landinu öllu. Við erum í þeim skilningi stór hreyfing launþega. Við störfum í umboði vinnandi fólks á Íslandi. Fólk sem vill berjast fyrir bættum hag lands og þjóðar, betri kjörum heimilana, blómlegu atvinnulífi, traustu velferðarkerfi. Við fögnum þeirri ábyrgð sem fylgir þessari stöðu og byggjum okkar stefnu á gildum sem löngu hafa sannað sig. Við gegnum mikilvægu hlutverki og það er ekki hægt að tala til okkar eins og við ætlum okkur eitthvað annað heldur en stefnan sjálf og fólkið í flokknum ætlar að berjast fyrir. Ég heyri sagt að við séum í ríkisstjórn ríka fólksins. Hið rétta er að ríkisstjórnin lagði skatta á fjármálafyrirtækin, afnám undanþágur fyrir slitabúin, en létti sköttum af vinnandi fólki. Þetta er ein stærsta stefnumarkandi breytingin við ríkisstjórnarskiptin og hún gerðist strax. Bankar borga meira á fjármálafyrirtæki, fólkið sem er að vinna borgar minna. Og okkar fyrsta verk var að afnema skerðingar vinstristjórnarinnar á kjörum aldraðra og öryrkja. Ég heyri líka að við séum að kasta frá okkur, eins og það er orðað. Við séum að kasta frá okkur tekjustofnum. Hvað er hið rétta í þessu? Hið rétta er
að skattaaðgerðir okkar hafa leitt til meiri tekna fyrir ríkissjóð en ella hefði orðið. Í tíð vinstri stjórnarinnar borguðu slitabúin og fjármálafyrirtækin 1 milljarð í bankaskatt. 1 milljarð. Á þessu ári borgaði 35 milljarða í stað þess að borga 1. Þetta kallað að kasta frá sér tekjustofnum. Skatttekjur af fyrirtækjunum í landinu eru samkvæmt nýrri álagningu miklu hærri en þegar við tókum við. Stofninn orðinn sterkari. Það sýnir að sú stefna okkar að láta kökuna stækka, hún að virka. Við eigum ekki að vera of upptekin af því að skera kökuna sífellt í smærri sneiðar. Það skilar engu. Stefna okkar þannig að allir njóta góðs af. Og góðir sjálfstæðismenn, ég hef ítrekað sagt að aukið svigrúm í ríkisfjármálunum verði nýtt til að greiða niður skuldir, létta þá þrúgandi vaxtabyrði sem við berum nú og í framhaldinu vaxi okkur fiskur hrygg til þess að ráðast í önnur mikilvæg uppbyggingarverkefni og samhliða. Þetta telja sé til langs tíma skynsamlegasta ráðstöfun sem hægt að grípa til í ríkisfjármálum. Við verðum einfaldlega að horfast í augu við skuldavandann. Samhliða auknum hagvexti munu skuldahlutföll okkar lagast hratt og svigrúm okkar til fjárfestinga í innviðum aukast. Skólakerfið hefur þurft að ganga í gegnum verulega hagræðingu á síðustu árum, en þótt það sé öllum stofnunum hollt að skoða vel nýtingu fjármuna, þá ekki endalaust hægt að ganga á lagið. Nú liggur fyrir að langþráð markmið styttingu náms til stúdentsprófs eru að nást og sér þess stað í kjarasamningum kennara sem gerðir voru í vor. Við lítum svo á að með þessum breytingum aukist skilvirkni menntakerfisins, nemendur skili sér fyrr úr námi á vinnumarkaðinn og þannig fjölgi höndum sem standa undir sameiginlegum kostnaði samfélagsins. Þetta lykilatriði sem vill tínast í umræðunni. Það verða fleiri komnir fyrr á vinnumarkaðinn sem leiði til meiri landsframleiðslu. Sömu sjónarmið eiga við í heilbrigðismálum. Það ekki endalaust hægt að ganga á lagið þar og hagræða. Þar þarf starfið að mótast af þörfum sjúklinga á hverjum tíma fyrst og fremst. En þarfir sjúklinga eru samofnir þörfum samfélagsins. Takist okkur að auka skilvirkni heilbrigðiskerfisins þannig að meðferðartími og bið eftir nauðsynlegum aðgerðum styttist, munu lífsgæði fjölmargra aukast. Betri heilsa skila sér í virkari þátttöku í öllum athöfnum þjóðlífsins, þar með talið á vinnumarkaði. Auðvitað eru þetta engin ný sannindi. Þetta engin ný tíðindi að það borgi sig að skila nemendum fyrir út í lífið og að fólk þurfa að halda heilsu til að geta sótt vinnu. En stundum getur verið þörf að hafa orð á slíkum almennum tíðindum. Þá getur verið nauðsynlegt að átta sig á því með hvaða hætti hægt að stuðla að slíkum árangri án þess að setja af stað keðjuverkun á vinnumarkaði sem ekki verður séð fyrir endan á. Í þessu samhengi öllu mikilvægt að halda áfram að vinna á öllum vígstöðum við umbætur í opinberum rekstri. Við munum halda áfram að leita hagkvæmustu lausna og hagræða í rekstri til að skattpenningar okkar skili sér sem best í þágu sameiginlegra verkefna sem við erum sammála að ríkið eigi að inna af hendi. Kæru félagar, eitt aðalstefnumál Sjálfstæðisflokksins frá upphafi hefur verið að auka viðskiptafrelsi og draga úr miðstýringu hins opinbera hvar sem því verður viðkomið. Einhverjir kunna segja að stundum hafi þetta bara verið stefnumál meira í orði en á borði og benda á að fjölmörg tækifæri til að ráðast í nauðsynlegar umbætur hafi farið forgörðum. En ef málið skoðað að sanngirni þá hefur okkur miðað ótrúlega langt.
Það hafa orðið miklar framfarir á mörgum sviðum og enginn skyldi vænta þess að verkefninu verði lokið einn daginn. Það verða stanslaust viðfangsefni til að fást við á þessu sviði sem öðrum. Ef horft yfir svið hjólífsins má glögglega sjá að víða brotalöm og við getum gert meira til að auka frelsi fólks til athafna og draga úr opinberri miðstýringu. Og við höfum ekki að láta deigan síga bara vegna þess að það svo margt sem enn óunnið. Við höfum þess í stað að halda baráttunni áfram á grundvelli okkar bjargföstu stefnu að samfélaginu farnist best þegar einstaklingar hafa frelsi til orðs og æðis á skilvirkum samkeppnismarkaði. Ég ætla að nefna 2 atriði í þessu sambandi sem ég tel nauðsynlegt að nái fram að ganga á grundvelli okkar stefnu, á grundvelli sjálfstæðisstefnunnar. Annað atriði mjög brýnt úrlausnarefni og þegar í vinnslu, meðal annars í mínu ráðuneyti, en það eru gjaldeyrishöftin. Hitt atriði kannski viðkvæmara því það snertir svo hinnar dreifðu byggðir og samofið landinu okkar á sögu og þá á ég við styrktarkerfi og verndartolla í landbúnaðarmálum. En fyrst nokkur orðum mikilvægi þess að okkur takist að afnema gjaldeyrishöftin. Höft eru andstæða frjáls markaðar og liggja nú eins og eitrandi og ósýnilegt mistur yfir viðskiptum fólks í landinu. Rétt eins og svo hræðilega gosmengun sem mörg okkar hafa þurft að kljást við. Í fjölmiðlum nú daglega fréttir af því að þessi brennisteinsmengun berist víða land og við finnum það jafnvel sjálf hvað þessi gosmökkur varhugaverður. Eitrið sést kannski ekki en hefur mikil skaðleg áhrif á öndunarfæri og eins og allir vita mikilvægt að fólk gæti sín, fylgist með veðurspám. Til lengri tíma hætta á því að mengunin hafi áhrif á búfénað og ræktarlönd, jafnvel veðurfar. Áhrifin eru kannski lítil dag frá degi en þau geta haft mjög alvarlegar afleiðingar ef ástandið verður viðvarandi. Gjaldeyrishöftin hafa ekki ósvipuð áhrif á íslenskt efnahagslíf. Við sjáum ekki dagsdaglega hvað þau eru skaðleg, verðum ekki vör við þau í okkar dagsdaglegu athöfnum, en þau valda ómældu tjóni yfir tíma. Ég hef í opinberri umræðu fjallað afnám gjaldeyrishafta og sagt að við vinnum að þessu máli á grundvelli þess að skapa megi heildstæða lausn. Sagan í stuttu máli þessi. Aðlögun efnahagslífsins átti sér stað á árunum 2008, 2009 og þar á eftir. Ef við rifjum upp í huga okkar hvað gerðist þá fer þetta ekkert á milli mála. Heimilin urðu fyrir verulegu áfalli. Eignaverð lækkaði, kaupmáttur lækkaði, lánin hækkuðu. Við þekkjum öll söguna þessu. Síðustu kosningar snerust það hvernig við ætluðum að binda slaufuna á aðgerðir vegna þessara mála. En skoðum fleira. Kauphöllin, hún þurrkaðist út. Skuldabréf sem lífeyrissjóðirnir áttu, þau voru afskrifuð 80%. 80%. Meiri háttar eigendaskipti í íslensku atvinnulífi, mikil óvissa, fjárfesting féll saman. Ég að nefna þetta vegna þess að það var þar á þessum árum sem að við tókum út aðlögunina. Þegar við afnumum höftin núna, þá ætlum við ekki að fara í aðra aðlögun. Við erum búin að gera það. Við ætlum að verja stöðuna sem við erum með í dag og allar aðgerðir við afnám hafta munum miðast við að verja stöðuleikann, verja stöðu heimilana, atvinnulífsins og halda í þann stöðuleika sem við erum með. Það skal enginn halda því fram að íslensk stjórnvöld hafi skyldu til að ganga þannig fram við afnám hafta að íslenska hagkerfið þurfi að fara í aðra og nýja aðlögun. Það verður ekki þannig. Við munum ganga þannig fram að þessir þjóðarhagsmunir verði lagðir til grundvallar og að sjálfsögðu verða lausnir byggðar á því að lög séu virt, alþjóðlegar skuldbindingar og jafnræði tryggt. Eftir því sem þessari vinnu vindur fram,
þá get ég sagt ykkur það, þar sem ég stend hér góðu félagar, ég hef aldrei verið jafn sannfærður eins og í dag að við munum ná markverðum árangri á næstu mánuðum í þessum málum. Við höfum undirbúið okkur vel. Við komum næstum því að tómu borði þegar ný ríkisstjórn tók við. Það voru engin plön. Það var bara verið að vinna í því að viðhalda gjaldeyrishöftunum. Við þurftum að smíða áætlun afnám hafta því sem næst frá grunni. Og við höfum fengið til liðs við okkur ráðgjafa, við höfum lagt í mikla vinnu. Stjórnkerfið upptekið við þetta mál á hverjum einasta degi og ég hef aldrei verið jafn sannfærður og nú að við munum fá farsæla niðurstöðu í þetta. En þá að hinu atriðinu. Sjálfstæðisflokkurinn stendur með bændum og landbúnaði í landinu. Við eigum framúrskarandi framleiðsluvörur og höfum hreina náttúru, orku og tækifæri til að sækja fram. En landbúnaðarkerfið, það þarf að vera í stöðugri þróun og við höfum aldrei að umbylta því á einni nóttu. Breytingarnar með ekki kippa lífsviðurværin undan fjölda fólks og eins og við þekkjum all land fólk að störfum í þágu þjóðarinnar að framleiða heilnæmar mikilvægar vörur sem að landsmenn njóta góðs af. Nei, við ætlum ekki að fara inn í kollsteypur eða umbyltingar, en við þurfum að halda þróuninni áfram. Það deginu ljósara að í samvinnu við framleiðendur liggja fjölmörg sóknarfæri. Markmiðið að treysta grundvöll framleiðslunnar á sama tíma og við vindum ofan af miðstýrðri verðlagningu og hamlandi verndartollum. Þetta ekki andstæð markmið. Við eigum að sækja fram í styrkleika, trú á okkur sjálf og trú á afurðirnar. Þær eru í vaxandi eftirspurn, kæru vinir, allan heim. En þeim haldið frá mörkuðunum við það, með verndartollum. Við eigum að sækja fram og fá þá fellda niður og bjóða opnun þar sem það á við á móti. Það tímabært að taka næstu stóru framfaraskref í sátt og samvinnu við framleiðendur, þannig að landbúnaður í landinu eflist og kjör neytenda batni. Það munu allir njóta góðs af ef okkur tekst að auka framleiðni og fjölbreytni í landbúnaði, landi og þjóð til heilla. Sannarlega hefur landbúnaðarkerfið þróast í rétta átt á undanförnum árum, bú hafa stækkað mjög verulega, mikil hagræðing orðið í greininni. Við höfum að styðja við þá þróun. Nú ásamt þessu hafa fjölmargir bændur staðið sig frábærlega við þróun nýrra landbúnaðarafurða og byggt upp vinsæla ferðamannastaði víða land. En í grundvallaratriðum miðstýring grunnkerfisins en óbreytt. Og við skulum horfast í augu við það. Niðurgreiðslur í formi beingreiðslna og innflutningstakmarkana eru óvíða hærri en á Íslandi. Þessu eigum við að breyta. Góðir flokksráðsfulltrúar, skattar hafa lækkað og munu halda áfram að lækka. Fyrirhugaðar eru breytingar á virðisaukaskattskerfinu og afnám vörugjalda fela í sér skattalækkun fyrir heimilin í landinu. Ríkissjóður verður af nær 3 milljörðum króna og við höfum ráðstafað 1 milljarði í viðbótaraðgerðir þegar barnabætur hækka í mótvægisaðgerðum. Það hækka 13%. Heildaráhrifin eru þau að ráðstöfunartekjur heimilanna munu aukast 0,5% og verðlag mun lækka. Það verður enginn sýnt fram á annað. Í allri þeirri umræðu sem átt hefur sér stað þetta mál hefur enginn sýnt fram á annað. Þetta eru heildaráhrif aðgerðanna. En það væri við varla að tapa á ríkissjóði 3 milljörðum ef það skilaði sér ekki einhvers staðar tilbaka. Það skilaði sér til heimilanna. Þetta eru lykilatriði í málinu. Afnám vörugjalda. Góðir vinir. Loksins segi ég bara. Löngu tímabært mál. Úrelt neyslustýring. Við höfum þurft að forgangsraða þá annarra mála. Ef við höfum vitað af þessu máli allan tíman og við höfum svo oft ályktað það og nú loksins höfum við tækifæri til að stíga skrefið til fulls. Vörugjöld sem leggjast á 800 vöruflokka eru farin.
og þetta jafnar stöðu neytenda á Íslandi gagnvart neytendum í nágrannalöndum. Vörur sem að þar bjóðast á hagstæðara verði verða samkeppnishæfari hér. Standa íslenskum neytendum heimilum til boða á samkeppnishæfari kjörum. Þessu ber sérstaklega að fagna. Þetta snýst ekki bara ískápa og flatskjái. Farið inn í verslanirnar hérna í Reykjavík. Spyrjiði þjónustuaðilana. Ég gekk inn í eina verslan daginn. Það bilaði hjá mig krani. Og ég spurði, hvað vörugjöldin leggjast á margt hérna? Og ég fekk svarið, líktu bara í kringu þig á allt. Allt frá vaskinum og klósettunni yfir í siktið í krananum, allt saman. Og allt sem ég keypti til þess að laga vaskin í eldhúsinu og lokuna í sturtunni hjá mér, allt var þetta með vörugjöldum, upp á 15%. Raflagnirnar hérna í loftinu, teppið hérna á gólfinu, ljósin, gifsið í veggjanum hérna. Allt þetta með vörugjöldum. Þau eru að fara upp á 15%. Þessu eigum við sérstaklega að halda á lofti og fagna. Við þetta mun byggingarkostnaður lækka og það ánægjulega að við erum nú þegar farin að sjá áhrifin í auglýsingum verslana hér á höfuðborgarsvæðinu og annars staðar. Verðin eru farin að lækka, þetta mun skila sér. Breytingin á virðisaukaskattskerfinu er að mínu áliti mjög mikilvæg. Hún er nauðsynleg til þess að taka á ágöllum á neysluskattakerfunum okkar. Virðisaukaskattskerfið hefur verið að gefa eftir. Ég sé fyrir mér skattkerfi þar sem við erum með tiltölulega sterkt neysluskattakerfi og getum á grunni þess dregið úr beinu sköttunum. Við getum leyft fólki að halda meiru eftir af því sem það er að vinna sér inn. Lækka tekjuskatta en vera með sterkt sanngjarnt neysluskattakerfi. Ekki með neyslustýringakerfi eins og birtist okkur í vörugjöldunum, heldur bara sanngjarnt virðisaukaskattskerfi. Það þarf að laga það. Það er allt of mikil gjá á milli þrepanna, það eru of margar undanþágur í kerfinu. Og efra þrepið er allt of hátt, það er það næst hæsta í heiminum. Og við erum að ná markmiðum með þeim breytingum sem ég hef lagt til á mörgum sviðum. Við lækkum efra þrepið í það lægsta sem það er á Norðurlöndunum. Það er ekkert Norðurlandana með lægra efra þrep. Það er ekkert Norðurlandana með matvöru í lægra neðra þrepi en við erum að leggja til. Við göngum ekki alla leið upp í 14%, við erum með það í 12%. Með þessu drögum við úr muninum. Og við erum nú þegar komin fram með tillögur að breikka virðisaukaskattsstofninn og það munu bætast við fleiri tillögur meira að segja áður en að máli verður afgreitt á þinginu. Og við ætlum að halda áfram að finna leiðir til þess að afnema undanþágur á næsta ári. Sérstaklega erum við þar að horfa til ferðaþjónustunnar í landinu sem hefur í allt of miklum mæli verið undanþegin og í almennri umræðum þá í mál halda margir að með því sé greininni gerður eitthvað mikill greiði. En staðreyndin er svo að í sömu tilvikum þá sitja menn uppi með virðisaukaskattina af aðföngunum. Man geta ekki fengið hann endurgreiddan með því að vera fullir þáttakendur í kerfinu. Það er tímabært að huga að þessu, vinda ofan af því sem að þarf að laga og höfum hugfast í tíð vinstristjórnarinnar fyrir örfáum árum síðan, já þá voru gerðar meiri háttar breytingar á tekjuskatti einstaklinga og öðrum sköttum. Það er í raun og veru alveg ótrúlegt. Þetta sem ég nefndi við ykkur áðan að því sé haldið fram að við séum ykkur aðföra launafólki. Vinstristjórnin hækkaði skatta fyrir árið 2010 hvað? 10 milljarða? Nei, ekki 20, ekki 30, ekki 40, yfir 60 milljarða í einu skrefi. Og stór hluta því lagðist á almenning. Yfir 60 milljarða. Við erum að lækka skatta á almenning. Það er hrein öfugmæli að tala einhvers konar aðföra launafólki þegar við erum í þessari vegferð. Þau flæktu kerfið, þau hurfu frá einu skattþrepi, tók upp 3 þrep og við þurfum að
halda áfram að vinda ofan af þessum breytingum. Við höfum tekið stór, mikilvæg, markviss skref. Breytingarnar á virðisaukaskattskerfinu eru að ryðja brautina fyrir frekari aðgerðir á þessu sviði. Þetta er það sem ég var að tala í vor þegar ég talaði að við erum ekki búin og langt í frá að breyta sköttum til hagsbóta fyrir heimilin. Við ætlum að vinda ofan af þessum breytingum og við ætlum að vinna að þeim næsta árið. Ég vonast til þess að geta kynnt slíka breytingar á miðju næsta ári og taka þær upp samhliða fjárlagavinnu næsta ár. Góðir félagar, það er ekki hægt að nefna viðskiptafrelsi og stefnu Sjálfstæðisflokksins á þessum flokksársfundi í þessu víða samhengi án þess að nefna jafnframt áfengisfrumvarpið sem nú er til meðferðar á Alþingi. Ég ætla svo sem ekki að hafa það frumvarp mörg orð. Ég veit vel að það er umdeilt eins og oft er frelsismál af þeim toga sem að þetta mál er. Þau vekja oft upp blendnar tilfinningar. Við þekkjum öll sögurnar það. Það var ekkert sjálfsagt að fólk mætti drekka bjór og sækja sér hann út í búð. Jafnvel þótt ríkisrekinn væri. Það var ekkert sjálfsagt hjá öllum. Það eru ýmis sjónarmið upp ágæti þessa máls. Ég skil það vel og það á að eiga sér stað þetta mál umræða. Við fögnum umræðu, við forðumst hann aldrei. Við höfum aldrei að forðast umræðu mál sem horfa til frelsis áttar. Því að þegar öll er á botni hvolft, þá er þetta í raun og veru frelsismál. Þetta snýst að auka hér viðskiptafrelsi. Þetta mál snýst að draga úr forsjárhyggju ríkisvaldsins. Og þetta mál snýst rétt einstaklingana til að bera ábyrgð á eigin lífi. Ræðum þetta mál á þessum forsendum. Tökum síðan allar aðrar ábendingar með í umræðuna. En látum ekki kæfa þessi grundvallar atriði málsins með háreysti. Góðir félagar, á vorþinginu kom fram tillaga að draga tilbaka aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Og tillagan er nú aftur á þingmálaskrá utanríkisráðherra. Staða málsins er nokkuð klippt og skorin. Fyrri ríkisstjórn stöðvaði viðræðurnar vegna óeiningar framhald málsins. Vinstri græn sem báru ábyrgð á því að setja málið á stað. Þau hafa nú sagt, já, það ber ekki að ganga lengra án þess að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Núverandi stjórnarflokkar og þar með meirihluti Alþingis leggst gegn aðild að Evrópusambandinu. Það er engin viðræðunefnd starfandi. Evrópusambandið hefur dregið allan stuðning við málið tilbaka, það er að segja styrkirnir eru allir farnir. Það er búið að rekja þetta allt upp. Og af öllu þessu er ljóst að þær viðræður sem settar voru á stað sumarið 2009, þær eru komnar á endastöð. Aðdragandi málsins á Alþingi, sýndar viðræðurnar síðasta kjörtímabil og viðskilnaður vinstristjórnarinnar við málið. Allt þetta var með þeim hætti að það er rétt að hreinsa borðið og hefja umræðuna á nýjum og réttum forsendum. Þjóðaratkvæðagreiðsla þetta mál ætti aldrei að snúast annað en það hvort þjóðin vilji fulla aðild að Evrópusambandinu. Frumforsenda fyrir slíkri þjóðaratkvæðagreiðslu er að til staðar sé meirihluti á Alþingi og að sjálfsögðu í ríkisstjórn sem vill bera ábyrgð á og ljúka aðildarviðræðum með það markmiði að Ísland gangi í Evrópusambandið. Ef þessar frumforsendur ekki til staðar, þá fáum við aftur sirkusinn sem var á síðasta kjörtímabili. Ef ekki í landinu ríkisstjórn sem ætlar sér að klára málið, styðja það, handsala samning með loforðum að fara með hann heim og berjast fyrir honum, þá sjáum við bara sömu endaleysuna og var síðastliðin 4 ár, sömu tímasóunina, fjáreyðsluna og pólitíska uppnámið. Og við ætlum ekki að láta þann leik endurtaka sig. Og allt það sem ég hef hér sagt Evrópusambandsmálið snýr í sjálfu sér eingöngu að formi málsins.
hver ætti að bera þau upp, hvernig á að taka ákvörðun og svo framvegis. En aðalefni Evrópusambandsmálana auðvitað það sem við höfum verið að álykta Það hvar á Ísland heima. Við höfum komist að skýrri niðurstöðu aftur og aftur það mál. Íslandi betur borgið utan sambandsins. Það okkar niðurstaða. Og mér finnst sú niðurstaða verða sterkari með tímann. Ég segi það alveg eins og ekki síst í ljósi þess sem við sjáum gerast undanfarin ár innan Evrópusambandsins. Hvað hefur einkennt umræðuna innan Evrópusambandsins undanfarin ár? Einkum tvennt. Annars vegar aukin pólitískur samruni, mjög aukin, bæði fyrir og eftir krísuna. Helstu forystumenn aðildarríkjanna tala fyrir þörfinni fyrir stór aukin pólitískan samruna og þeim hefur nú orðið nokkuð ágengt, það hafa verið átök. En síðustu skrefum hafa fylgt mikil vandkvæði. Vegna þess að það hitt sem hefur einkennt þróun Evrópumála undanfarin ár, það fallandi tiltrú almennings í aðildarríkjunum á Evrópusambandinu sjálfu. Vaxandi óánægja, framganga flokka sem eru með efasemdir. Sumir vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandinu. Alvöru þjóðaratkvæðagreiðslu inn eða út í grundvallar stoppríkjum eins og Breitlandi. Og svo sjáum við þróunina vegna evrunar. Hún okkur öllum mikið umhugsunarefni. Evrópusambandi stendur í raun og veru á miklum tímamótum, ekki síst vegna evrusamstarfsins. Evran orðin sjálfstæð uppspretta átaka þjóðríkjanna leiðir til að takast á við stöðnun, skuldavanda og viðverandi hallarekstur. Sjálfstæð uppspretta. Það stutt síðan þau komið sér saman sérstakar ríkisfjármálareglur. Já, það skynsamlegt að halda skuldum lágum og greiða þær niður og má ekki vera með hallarekstur umfram þetta. Það verðum við alltaf að gera til þess að geta verið með sameiginlega mynt. En svo þegar harðnar á dalnum heima fyrir, þá koma aðrar ræður. Það rugl að fylgja fjármálareglum Evrópusambandsins. Við getum ekki boðið frönsku þjóðin upp á það. Það eykur atvinnuleysi og við ætlum ekki að bjóða kjósendum í þessu landi upp á að fara eftir reglunum. Sem menn voru nýbúnir að segja að væru grundvöllur og frumforsenda fyrir því að halda út í sameiginlegri mynt. Þetta átök dagsins í dag innan Evrópusambandsins og það langt frá því að það sé búið að greiða úr öllum þeim vanda sem þessu getur fylgt. Við þessar aðstæður eigum við Íslendingar að einbeita okkur að þeim verkefnum sem standa okkur næst og styrkja okkur í samkeppninni við önnur ríki bætt lífskjör á þeim góðu forsendum sem við höfum í höndunum. Til þess standa okkur allar dyr opnar. Góðir félagar, það gott að sjá þessi andlit sem eru hér saman komin. Ég vil þakka ykkur fyrir að koma til fundar við okkur snemma dags og taka frá daginn til þess að stilla saman strengi, þétta ræðurnar, ræða mikilvæg innri mál flokksins. Það líka svo ánægjulegt að fá fólk alls staðar af landinu. Okkar helstu trúnaðarmenn í flokksráðinu. Við eigum talsvert verk fyrir höndum í dag. Fyrir þessum fundi liggja tillögur frá miðstjórn ákveðnar breytingar á skipulagsreglum flokksins. Þær byggja á þeim miklu breytingu sem gerðar voru á skipulagsreglunum á landsfundi frá árinu 2011 og ég tel þær breytingar, þær aðlaganir sem við erum að leggja hér til frá miðstjórninni, þær tel ég vera til bóta og ég veit að hér verða í dag málefnalegar umræður þessar tillögur allar og að sama skapi veit ég að við munum eiga hér góðan dag, njóta samveista hvert við annað, skiptast á skoðunum og eins og áður segir þétta ræðurnar. Og við erum ekki bara að koma hér saman í dag, sjálfstæðismenn eru að nota tækifærið að koma saman, Landssamband sjálfstæðiskvenna kom saman í gær, það leggja til að við lyftum sérstaklega 100 ára afmæli kosningaréttar þegar við komum saman til landsfundar á næsta ári, það góð hugmynd og við að taka þeirri hugmynd og öðrum góðum sem koma fram hér á fundi okkar í dag fagnandi. Við erum með gott fólk til að leiða stjórnmálaályktun, Birgir Ármannsson gerir það og góðir félagar,
Nú sækjum við fram með trausta stefnu, með allt þetta góða fólk og alla aðra Íslendinga sem ætla að fylgja okkur og trúa á Ísland með bjartsýnina að vopni. Þannig sækjum við fram og höldum áfram að bæta lífskjörin í landinu.